Góðan daginn, ég býð ykkur velkomin á 10. fund bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Stykkishólms og biðst afsökunar á því að fundurinn er að fara seinna í lofti heldur til stóð. Hér þurfti bara ákveðin undirbúningur að fara fram áður en útsending gat hafist. En þetta er fyrsti fundur í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Stykkishólms síðan að nafnið var ákveðið og óska ykkur til hamingju með þennan áfanga. Ég vil líka bjóða Þröst Auðunsson velkomin á hans fyrsta bæjarstjórnarfund. En fundin sitja annars Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir, Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson er ekki og Hrafnhildur Halldórsdóttir er hér, Kristján Hildibrandsson, Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri, Þórarinn Jónsson ritar fundargerð og Jón Sindri Emilsson sér útsendingu og tæknimál. Þá göngum við til dagskrá en hér eru samtals 15 liðir, þannig að við bara byrjum og ég set fund. Fyrsti liður á dagskránni er fundargerð skipulagsnefndar frá 7. fundi skipulagsnefndar. Fundargerðin er lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveðið sér hljóðs. Liður 2, fundargerð hafnarstjórnar frá öðrum fundi hafnarstjórnar. Hér er lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Liður 3, fundargerð bæjarráðs frá 8. fundi. Lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveðið sér hljóðs. Liður 4, lóðarumsókn lóðina Nesvík 12. Lagðar er hér fram umsóknir Örnudaggar Hjaltalín, Kristjáns Sveinssonar og Kontiki EHF lóðina Nesvík 12 í Stykkishólmi. Er að ræða iðnaðar- og athafnalóð, skipulagssvæði er hluti af hafnarsvæðinu Skipavík vestan við Nesveginn. Bæjarráð vísaði umsóknum til bæjarstjórnar þar sem dregið skal hver fær lóðinu úthlutað, samanber grein 1.1 regluna úthlutun á lóðum fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Þá er komið að því að draga. Orðið er laust fyrirgefið undir lið 4. Enginn kveðið sér hljóðs. Hver er liðið ekki komið að draga? Svo í beinni. Þór. Já, bara hérna. Kristján Sveinsson. Já, það er rétt litið. Á meðan stendur Kristján Sveinsson sem að verður þá úthlutað lóðinni Nesvík á Nesvík 12. Því allt saman Kristján. Það er alveg rétt. Hér er Arnardar Hjaltalín og hér er Kontiki, þannig að þetta var allt eins og Bæjarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni Nesvík 12 til Kristjáns Sveinssonar. Hverjir eru sammála því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að lið 5, fundargerð Breiðafjarðarnefndar. Lögð hér fram fundargerð Breiðafjarðarnefndar nr. 210 frá 7. desember 2022 og fundargerð nr. 211 frá 17. janúar 2023. Þetta er lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveðið sér hljóðs. Liður 6, fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga. Lögð hér fram fundargerð 918. fundarstjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldin var föstudaginn 27. febrúar síðastliðinn. 27. febrúar. Það er 23. í dag. Þetta er janúar.
Fundur var haldinn föstudaginn 27. janúar. Þetta er lagt til fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðs við ljós. Liður 7, bréf til allra sveitarstjórna frá kjörnefnd Lánasjóðs sveitarfélaga. Lagt er hér fram bréf til allra sveitarstjórna vegna aðalfundar Lánasjóðs sveitarfélaga. Lagt er hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðs við ljós. Liður 9, framkvæmda áætlun Snæfellsnes 2023 til 2027. Ég gleymdi 8. Vil ég tala landbúnaðarstefnuna? Sjálfsögðu. 8. liður drög að þingsályktunartillögu landbúnaðarstefnu. Hér er lögð fram drög að þingsályktunartillögu landbúnaðarstefnu sem liggur nú fram í samráðsgátt stjórnvalda. Lagt er til að bæjarstjórn feli bæjarstjóra í samráði við landbúnaðarnefnd að senda inn umsögn fyrir hönd sveitarfélagsins tillögu til þingsályktunar landbúnaðarstefnu fyrir Ísland telji fulltrúar í landbúnaðarnefnd ástæðu til þess og orðið er laust undir lið 8. Nú var ég þess að. Bæjarstjórn samþykkir tillöguna. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá er það liður 9, framkvæmdaáætlun Snæfellsnes 2023 til 2027. Lögð er hér fram til samþykktar framkvæmdaáætlun Snæfellsnes 2023 til 2027 vegna umhverfisvottunar 4 sveitarfélaga á Snæfellsnesi samkvæmt staðli ört-tékk fyrir samfélag. Á 8. fundi sínum samþykkti bæjarráð framkvæmdaáætlun Snæfellsnes 2023 til 2027 og lagði til við bæjarstjórn að staðfesta hana. Orðið er laust undir lið 9. Engin kveðs við ljós. Bæjarstjórn staðfestir framkvæmdaáætlun Snæfellsnes 2023 til 2027. Hver eru sammála þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá er það liður 10. Húsnæðisáætlun 2022. Hér er lögð fram drög að húsnæðisáætlun fyrir árið 2023. Akkur stendur 22 í haust. Húsnæðisáætlun 2023. Hér er lögð fram drög að húsnæðisáætlun fyrir árið 2023. Bæjarstjórn samþykkti húsnæðisáætlun fyrir árið 2023 og 9. fundur sínum. Þetta hlýtur væntanlega að eiga að vera bæjarráð. Þetta bara? Já, þetta er önnur umræða. Já. Bæjarstjórn samþykkti húsnæðisáætlun fyrir 2023 og 9. fundur sínum og vísaði henni til síðari umræðu í bæjarstjórn. Bæjarráð samþykkti 8. fundur sínum húsnæðisáætlun fyrir árið 2023 og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja hana. Orðið er laust undir húsnæðisáætlun 2023. Og engin kveðs við ljós. Bæjarstjórn samþykkir húsnæðisáætlun fyrir árið 2023. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 11. Ágústsson, Reitur, ósk skipulagsbreytingu. Lögð er hér fram ósk Sigurðar Ágústssonar fyrir hönd Svans EHF dagsett 9. febrúar síðastliðinn breytingu á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 vegna breytingar á landnotkun á aðalgötu 1, Austurgötu 1 og Austurgötu 2 úr athafnasvæði í verslun og þjónustu. Jafnframt óska lóðarhafar eftir samþykki sveitarfélagsins til þess að hefja vinnu við breytingu á deiliskipulagi Stykkishólms miðbær, Reitur austan aðalgötu vegna stækkunar á deiliskipulagssvæði þannig að aðalgata 1 og Austurgata 1 verði innan skipulagssvæðisins og að heimilu verði á reiknum uppbygging hótels með tilheyrandi þjónustu og möguleikum á íbúðarhúsnæði. Á 8. fundi sínum samþykkti bæjarráð erindið og fól skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram, þar með talið að útfærslu þess. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar. Orðið er laust undir lið 11. Kristján, bæjarfulltrúi, Ylista, Gerðsvall. Frú forseti og ágæta bæjarstjórn. Undirrituð fagna því að óskað sé eftir breytingu á aðalskipulagi á aðalgötu 1 og Austurgötu 1 og 2 úr athafnasvæði í verslun og þjónustu.
Við teljum að hótel með tilheyrandi þjónustu og íbúðir verður til mikillar prýði í hjarta bæjarins og við hafnarsvæðið. Við slíka breytingar færist meira líf í miðbæinn og skapar fjölbreytni í ferðaþjónustu. Okkur er einnig mjög umhugað atvinnulífið í sveitarfélaginu og eflingu þess. Við þessa breytingu mun störfum fjölga og án þess að sveitarfélagi leggi til í það kostnað. Undirrituð benda á að málið var lagt fram til kynningar í skipulagsnefnd og hefur því ekki hlotið afgreiðslu nefndarinnar. Undirrituð eru samþykkt því að skipulagsnefnd vinni málið áfram ásamt skipulagsfulltrúa. Já, og undir þetta ritum við ég, Kristján, Ragnheiður og Ragnar. Takk fyrir þetta, Kristján. Orðið er laust. Kristján, þú varst að lesa bara, eða þú spennst að bóka, þú varst bara sammála því sem stendur. Já, algjörlega. Nei, menn þú veist það sjálf orðið. Fleiri sem vilja hvað sér hljós? Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs, hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá kom að lið 12, deiluskipulag Skiparvíkursvæðis. Lögð hér fram vinnslutillega fyrir deiluskipulag hafnarsvæðisins við Skipabæk. Á öðrum fundi sínum þann 9. febrúar síðastliðinn samþykkti hafnarstjórn fyrir sitt leyti fyrirliggjandi skipulags uppdrátt vinnslutilegu fyrir deiluskipulag hafnarsvæðisins við Skipabæk með fyrirvarum jákvæð viðbrögð lóðarhafa Nesvegar 22a vegna tillögum færslu og lóð félagsins. Hafnarstjórn staðfesti jafnframt fyrir sitt leyti að skipulagslýsing vegna breytinga á aðalskipulagi og greinargerð með vinnslutillögu deiliskipulags verði uppfærð til samræmis við skipulagsuppdrátt vinnslutillögu deiliskipulagsins og vísaði málunum til afgreiðslu í skipulagsnefnd sem útfæri vinnslutillöguna nánar og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja endilega vinnslutillögu til kynningar í samræmi við 1. málsgrein 5. greinar hafnalaga nr. 61/2003, 2. málsgrein 30. greinar og 4. málsgreinar 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Hafnarstjórn fór fram á að fá tillögu að breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagstillöguna aftur til afgreiðslu að lokinni auglýsingu. Skipulagsnefnd samþykkti fyrir sitt leyti á 7. fundi sínum að kynna fyrirliggjandi til vinnslutillögu deiliskipulags hafnarsvæðis við Skipabæk í samræmi við 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með síðari breytingum. Nefndin fól skipulagsfulltrúa að uppfæra vinnslutillögu deiliskipulagsins í samræmi við umræður á fundunum og í áframhaldandi samtali við lóðarhafa. Nefndin lagði jafnframt til að fallið yrði frá breytingu á aðalskipulagi þar sem vinnslutillagan er nú í samræmi við gildandi aðalskipulag Stígsnáms 2002 til 2022 með fyrirvara staðfestingu skipulagsstofnunar vegna bátasýningar Skipabækur. Í samræmi við þau áform sem endurspeglast í vinnslutillögunni er til viðbótar lögð fram drög að viljayfirlýsingu skipti á lóðum til samþykktar í bæjarráði. Bæjarráð samþykkti á öðrum 8. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar með áorðnum breytingum. Jafnframt samþykkti bæjarráð viljayfirlýsingu vegna skipta á lóðum. Orðið, fyrirgeðu. Lagt er til að bæjarstjórn staðfesti afgreiðslur hafnarstjórnar, skipulagsnefndar og bæjarráðs með þeirri breytingu að bæjarráði verið falið fullnaðarumboð til að ganga frá og samþykkja viljayfirlýsingu vegna skipta á lóðum, samanber fyrirliggjandi drög, þegar minnisblað landslags vegna málsins liggur fyrir. Það verða greidd atkvæði fyrirliggjandi tillögu í tvennu lagi í samræmi við beiðni í lista. Annars vegar verða greidd atkvæði afgreiðslur fastanefnda og hins vegar verða greidd atkvæði viljayfirlýsingu. Orðið er laust undir lið 12. Þá höldum við áfram. Fyrst greiðum
Atkvæði staðfestingu afgreiðsluna fastanefnda. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og bæjarráðs að vilja yfirlýsingunni frátalinni. Hverjir eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Og þá er það atkvæðagreiðsla fullnaðarumboð vegna vilja yfirlýsingar. Bæjarstjórn samþykkir að veita bæjarráði fullnaðarumboð til þess að ganga frá og samþykkja vilja yfirlýsingu vegna skipta á lóðum samanber fyrirliggjandi drög þegar minnisblað landslaga vegna málsins liggur fyrir. Hverjir eru samþykkið þessu? Hverjir eru á móti þessu? Það eru 4 bæjarfulltrúar H-lista sem að greiða atkvæði með og 3 fulltrúar Y-lista sem að greiða atkvæði móti. Gerðu svo vel, Ragnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ástæða þess að við báðum að þessu yrði skipt upp í 2 mál er einfaldlega vegna þess að þetta eru 2 mál. Það er annars vegar að fjalla þessa viljayfirlýsingu skipt á lóðum og hins vegar áframhaldandi vinnu við deiliskipulag. Við óskuðum nú eftir strax í upphafi að það yrði farið í deiliskipulag og þannig að við fögnum því að þetta sé þá komið í lögbundið ferli. Þessi skipti á lóðum hugnast okkur ekki. Það er svona jafnvel vafaatriði hvort að viðkomandi sé með lóðina. Einfaldlega vegna þess að þetta er ekki í samræmi við úthlutunarreglur bæjarins. Og ef að þetta verður samþykkt, sem ég gerir nú ráð fyrir, að þá er svona spurningum hvar er línan í þessu? Hvernig tökum við næsta erindi? Þarf viðkomandi að skilja lóðinni eða getur hann bara fengið að svissinu og fara eitthvað annað eða svo sem er lóðin á Hjalladanga fær hann þá lóðin inn í Víkurhverfi. Þannig að því leytinu erum við ekki hlynnt þessari málsmeðferð og þess vegna erum við á mótinni. En að fögnum því að deiliskipulag sé komið í ferli og það sé að fara í bara þetta hefðbundna lögbundna ferli. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Jakob hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Jakob. Forseti, get tekið undir það, þann málflutning hér sem að Ragnar Már Ragnarsson bæjarfulltrúi kom inn á varðandi það að það sé almennt séð varhugavert að gera undantekningar á þessari meginreglu að auglýsa í lóðir og það er það sem að er verið að bíða eftir í samræmi við umræðu í bæjarráðinu minnisblað frá landslögum lögmæti þess og kannski svona til að rifja upp forsöguna svona í sambandi við þetta að þá eru náttúrulega fordæmi það víð land að sveitarfélög fari í samstarf einhvers konar lóðarúthlutanir í tengslu við atvinnuuppbyggingu og við svo sem að hefur verið töluverðan tíma að vinna slíku samstarfi meðal annars með kanadísku félagi Karlhamra, þessum voru að horfa á Karlhamra og í rauninni upp að þessa mál sem að rekja til sem að hvernig fólk les í afgreiðslu febrúar mánaðar og síðasta ári varðandi lóðarúthlutun en ekki og það sem var nefnt hérna áðan að þá í sjálfum sér liggur það samt sem áður fyrir að þegar máli var tekið þá til afgreiðslu að þá var verið að fara með það á grundvelli þess að víkja til hliðar lóðarreglum því að það var samþykkt að fara í þessa vegferð, hvort sem að úthlutun áttu sér það þarna eða ekki, það er ágreiningur það, en það var farið í þá vegferð að fara á svið á grundvelli atvinnuuppbyggingar og þeirra málstæða sem liggja baki því að byggja upp hérna atvinnulíf og það eru málefnalegu ástæðunni fyrir því að fara í þessu vegferð en það er eins og bara eðlilegt og í sjálfu sér í lýra samfélagi allir séu ekki sammála vegferðir og við bara höldum bara þessu mála áfram bara í þessu og þetta samtali áfram gerir ráð fyrir
bæjarfulltrúar sín á milli og samstarfið þá einnig við lóðrafa liggur heldur ekki fyrir sko, frá þeirra hálfu sko, viljayfirlýsing og annað slíkt, þannig að það er óvissa í þessu ennþá. Takk fyrir þetta, Jakob. Hver fleiri sem vilja fá orðið? Þá höldum við áfram. Við erum komin í lið 13. Framkvæmdaleyfi vegna ljósleiðaralagna. Lögð er hér fram umsókn Mílu EHF framkvæmdaleyfi vegna ljósleiðaralagna á Laufásvegi, Aðalgötu, Ægisgötu, Tangagötu, Austurgötu, Smiðjustíg, Víkurgötu, Skúlagötu og Súgandiseyjargötu samanber fyrirliggjandi lagnateikningu frá Mílu. Bæjarstjóri leggur til við bæjarstjórn og framkvæmdaleyfi verði samþykkt með því skilyrði að allur frágangur og jarðrask verði gert í samráði við sveitarfélagið. Orðið er laust undir lið 13. Bæjarstjórn samþykkir tillöguna. Hverjir samþykkja það? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum lið 14. Samkomulag við Samband íslenskra sveitarfélaga sameiginlega ábyrgð og kjarasamningsumboðs. Lögð er hér fram ítrekun frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga vegna undirritunar og samkomulagi sameiginlega ábyrgð og kjarasamningsumboðs ásamt tillögu sem unnin er af Attendus í samræmi við kjarasvið Sambands íslenskra sveitarfélaga. Á þeim grunni er lögð fram eftirfarandi tillaga sem fyrir bæjarstjórn til samþykktar í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd sveitarfélagsins og stofnunum þess er alfarið á forræði bæjarstjórnar. Bæjarstjórn hefur ein heimild til framsals á framangreindu samningsumboði til Sambands íslenskra sveitarfélaga sem fer með kjarasamningsgerð fyrir hönd sveitarfélagsins samkvæmt samþykktu umboði. Bæjarstjórn felur Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem fer með umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd sveitarfélagsins og stofnana, umboð til kjarasamningsgerðar sveitarfélagsins og hlutað eigandi stofnana þess, líkt og hefur verið hjá sveitarfélaginu í heild. Á fyrirliggjandi samningsumboði sveitarfélagsins eru engar undanþágur. Þá felur bæjarstjórn bæjarráði fullnustu umboð til endurskoðunar og ákvörðunartöku stofnanasamningum stofnana sveitarfélagsins. Að öðru leyti er vísað til fyrirliggjandi gagna sem bæjarstjórn staðfestir og tekur undir og bæjarstjóri falið að ganga frá málinu og rita undir fyrirliggjandi gögn. Þegar samkvæmt beiðni í lista þá munu fyrirliggjandi tillögur vera breytt þannig að greitt verði atkvæði sérstaklega fullnaðar umboð til bæjarráðs til endurskoðunar og ákvörðunartöku á stofnanasamningum stofnana sveitarfélagsins og undirtektir og staðfestingur á fyrirliggjandi gögnum. Það verður sem sagt greitt atkvæði í tvennu lagi og tvennu lagi, ekki með ljós. En allavega er orðið laust. Ragnheiður Harpa, bæjarfulltrúi í lista hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Ragnheiður. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Eftir að ég skoða gögn sem fylgja þessu máli, þá fannst mér bara, ég sjá fljóta mikilvægi þess að fá fagfólk sem er reyndar alveg að vera að vinna í þessu en svona hefði kannski verið gott að fá nánari samtali þetta sem hefur sérþekkingu á þessum málum til að vinna að þessu og það er aldrei einhliða ákvörðun bæjarráðs að breyta kjarasamning eða stofnanasamning, það er alltaf tvíhliða mál samningsaðila. Og ég tel að það ætti ekki að veita bæjarráði fullnaðarumboð til að endurskoða og ákvörðunartöku á stofnanasamningum heldur fela bæjarráði að hefja vinnu við endurskoðun stofnanasamninga. Ég ætla því að bóka fyrir hönd í-listans undirrituð samþykkja umboð til sambandsins að fara í kjarasamninga fyrir hönd starfsmanna sveitarfélagsins en að öðru leyti teljum við að málið ætti að fá frekari umfjöllun í bæjarráði og undir þetta rita Ragnheiður, Ragnar og Kristján. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Fleiri sem vilja kveða sér ljós? Svo er ekki.
Þá les ég hér upp tillögu umboð til kjarasamningsgerðar án tillögu fullnaðarumboð til bæjarráðs og staðfestingar fyrirliggjandi gagna. Umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd sveitarfélagsins og stofnunum þess er alfarið á forræði bæjarstjórnar. Bæjarstjórn hefur ein heimild til framsals á framangreindu samningsumboði til Sambands íslenskra sveitarfélaga sem fer með kjarasamningsgerð fyrir hönd sveitarfélagsins samkvæmt samþykktu umboði. Bæjarstjórn felur Samband íslenskra sveitarfélaga sem fer með umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd sveitarfélagsins og stofnana, umboð til kjarasamningsgerðar sveitarfélags og hlutaðeigandi stofnana þess líkt og verið hefur hjá sveitarfélaginu í heild og að fyrirliggjandi samningsumboði sveitarfélags eru engar undanþágur. Hverjir geta samþykkt þetta? Og það er samþykkt samhljóða með öllum greiddum atkvæðum. Og hér er tillaga fullnaðarumboð vegna stofnanasamnings og staðfesting og undirtektir vegna annarra gagna. Bæjarstjórn samþykkir að veita bæjarráði fullnaðarumboð til endurskoðunar og ákvörðunartöku á stofnanasamningum stofnana og sveitarfélagsins. Varðandi báðar tillögur þá vísar bæjarstjórn að öðru leyti. Nei, fyrirgefðu. Við skulum greiða atkvæði um þetta fyrst. Það var halda árum. Varðandi báðar tillögur þá vísar bæjarstjórn að öðru leyti til fyrirliggjandi gagna sem bæjarstjórn staðfestir og tekur undir. Bæjarstjóri falið að ganga frá málinu og rita undir fyrirliggjandi gögn í samræmi við afgreiðslur þessar. Hverjir geta samþykkt þetta? Og það 4 sem greiða atkvæði með. Hverjir eru á móti þessari tillögum? Og hverjir sitja hjá? Þessi afgreiðsla er samþykkt með 4 atkvæðum hálista og í-listi satt hjá, 3 atkvæði, atkvæði í-lista sem satt hjá. Þá er komið að lið 15, minnispunktar bæjarstjóra. Gjörðu svo vel. Forseti. Ég ætla að gera hér stutta grein fyrir helstu minnispunktum mínum fyrir febrúarmánuð í sveitarfélaginu Stykkishólmi. Hérna, ekki komið hérna. Já, svona. Kannski óska eftir að forseti veiti hér fundarhlé örstuð til þess að koma tæknimálunum í lag. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum sameini kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið
allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tíman svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamott. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju,
heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngufæri og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu. Og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn. Af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, það veldur áfram eftir östu fundarlið, það er smá svona vesinn á útsendingunni, þannig að þið verður bara að sjá minnispunktana hér á skjánum og þetta er bara þetta skipt og Jakob les útskýringarna þeirra og ég ætla að fara úr myndinni og bara mjög. Forseti, þá reynum við að fara í gegnum þetta og við byrjum á þessu. Í lok síðustu viku var Stykkishólmsvegur grafinn í sundur á milli Fákaborgar og Hamraenda. Grafa þurfti veginn í sundur til að endurnýja rör sem hafði fallið saman og hleypa þannig vatninu sína leið sem safnast hafði upp á svæðinu. Og meðan framkvæmdum stóð nýttu þeir sem þurftu hjáleið Arnarborg og Nýrækt og var ekki annað að sjá en að erlendi ferðamenn væru ánægðir með það sem margir hverjir stoppuðu til að klappa hestum og kindum í Nýræktinni. Viðgerðum á vegi er að mestu lokið en halda þar áfram viðgerðum á ræsum á Nýræktarsvæði ásamt viðgerð á göngusti meðfram þjóðvegi. Í kjölfar vatnavaxta síðustu missera var þörf á endurbótum og fráveitu í sveitarfélaginu og standa þær endurbætur enn yfir og það er einhver verkefni sem við þurfum að skoða sín í framhaldinu. Eins og við fórum yfir á Bæjarásfundi. Nú, í þeirri veðráttu sem við fengum yfir okkur á dögunum, það var þá enn ljósara heldur en lá þá þegar fyrir að það er þörf á ákveðnu viðhaldi og endurbótum á þaki grunnskólans í Stykkishólmi og einnig á íþróttamiðstöð Stykkishólms. Hvað var að húsnæði grunnskólans, þá erum við svona að reyna að ramma það verkefni aðeins inn og eins og staðinni núna er þetta þakrennur, þaktúður og suður orðnar lélegar, þannig að það er ekki endilega þakið í heilsinni eins og staðan er núna á matmanna og þeir sem til þekkja. Búið er að laga nú þegar nokkur niðurföll og lagfæra lausa suður en ljóst er að frekara viðgerðir þörf og er verið að vinna að því þessa dagana. Þá þarf einnig að lagfæra dúk á flata þaki íþróttahússins
þar segja því sem ekki er undir grjóti, það er sem sagt úthringur þaksins, og þá er dúkur á vesturhorni íþróttasalsins lélugur og timbur undir honum farið að morkna. Einnig er járn á þaki eldri byggingar tónlistarskólann komið til ára sinna og þörf er á endurbótum þar. Þannig að það eru svona þakviðgerðir framundan í mismiklu mæli á þessum 3 stöðum og það er svo sem hægt að taka áhaldahúsið og þakið þar líka með inn í þessum bakka sem er kannski einna verst statt með við svona samanburð við þessar byggingar. En varðandi ný störf eða kannski ekki ný störf, annað er nýtt og hitt er spennandi. Sveitarfélagið hefur auglýst, það er reynda bæði spennandi, Sveitarfélagið hefur auglýst 2 spennandi stöður lausar til umsóknar. Annars er staða skólastjóra grunnskólans og tónlistarskóla í Stykkishólmi og hins vegar ný staða forstöðumannsmiðstöðvar öldrunarþjónustu í sveitarfélaginu. Umsóknarfrestur bæði störf er til og með 7. mars 2023 og grunnur þessara auglýsinga var lagður af hæfninefnd á dögunum áður en þær voru síðan sendar í auglýsingu. En nánari upplýsingar þessi störf fyrir þá sem hér eru að fylgjast með fundum með að horfa á í útsendingu eftir á og þá get ég veitt sem bæjarstjóri nánari upplýsingar störfin og síðan einnig Ríkharður Hrafgeirsson launa- og mannauðsfulltrúi. Þá er einnig hægt að kynna sér helstu verkefni, hæfniskröfur og frekari upplýsingar á ráðningarvefnum alfreð.is en þar má einnig senda inn umsóknum fyrir störfin en einungis er tekið við umsóknum þessi störf í gegnum þann ráðningarmiðil. Nú, samkvæmt reglum sveitarfélagsins styrkveitingar þá eru þær auglýstar 2 á ári og fyrri auglýsingin á þessu ári hefur verið auglýst og það er sem sagt að auglýsa eftir styrkumsóknum frá einstaklingum og fyrirtækjum í samræmi við þær reglur. Í rauninni reyndar, svo ég leiðrétti með, það eru 3 ári, það er einnig sem hvað heitir það aftur? List- og menningarstyrkinni sem eru list- og menningarsjóður sem er þá svona hliðarverkefni til hliðar við þessa almennu reglur og fókusar þá sérstaklega á menningartengd verkefni sem skila sér ákveðnum afurðum. Nú, markmiðið með þessum styrkjum og þeim styrkjum sem nú eru nú búið að auglýsa er að styðja við sjálfsprottið starfsemi frjálsra félagasamtaka og framtak einstaklinga sem stuðla að farsælli þróun samfélagsins, menningarlífs, lífsgæðum og fjölbreytilegu mannlífi og öflugu íþrótta og æskuli starfi. Þannig að þannig er margt undir og umsagnarfrestur er til og með 14. mars næstkomandi og ég hvet þá alla sem eru með hugmyndir að einhverju sem tengjast því sem ég hef hér upptalið að sækja fyrir þá 14. mars. Nú, öskudagurinn var haldinn hátíðlegur allt land og í gær, já, og dagskráin í Hólmunum var með hefðbundnu sniði. Öskudagsgangan fræddi bæinn og börn sungu skiptum fyrir nammi. Að því loknu var heilmikið fjör í íþróttahúsinu þar sem börnin gátu leikið sér og skemmt. Og ég saknaði þess reyndar á þessari mynd að ekki sé mynd af aðstofmanni bæjarstjóri hér í þeim klæðnaði sem hann var appelsínugulur frá toppin til táar í einhverjum smókingklæðum þegar hann tók á móti börnum hér þegar þau komu við í ráðhúsinu. En tökum það á næsta ári. Í dag fóru síðan fram upptökur á kvikmyndinni Snerting eftir samnefndri skáldsögu Ólafs Jóhanns Ólafssonar en bókin Snerting var mest selda bók á Íslandi árið 2020 og hlaut mikið lof gagnrýnenda. Það er sem sagt Baltasar Kormákur sem leikstýrir þessari mynd en Egill Ólafsson fer með aðalhlutverk. Aðalpersónan sem Egill leikur
á sem sagt að búa í Stykkishólmi en á að eiga veitingastæði í Grundarfirði og mun ég halda eftir mínum upplýsingum að myndin mun svona byrja á því að á Stykkishólmi og þessu umhverfi sem hér er og síðan leiður kvikmyndu okkur áfram inn í þessa vegferð þessar aðalpersónu. Upptökur fóru fram á skólastig og þurfti að loka götunni fyrir umferð hluta úr degi vegna þessa. Þá voru einnig teknar upp senur á dvalarheimili aldraða í Stykkishólmi í góðu samstarfi íbúa og starfsfólk. Og nú bíðum við bara spennt eftir kvikmyndinni Snertingu. Og næstu helgi verður mikið að vera í Stykkishólmi þegar að fram fer hér hræðileg helgi í Hólminum. Nú, fyrir þessu stendur félag atvinnulífs í Stykkishólmi og félagið er sem sagt að standa fyrir glæpa- og draugahátíð sem haldin verður núna í fyrsta sinn. Dagskrá hátíðarinnar er þétt en meðal annars geta gestir hátíðarinnar spreytt sig á morðgátu yfir helgina, ekki ósvipað ratleik. Í boði verður að skoða draugahús þar sem Dagrún Jónsdóttir þjóðfræðingur segir frá draugum og þeim ólíku gerðum drauga sem finnast á Íslandi, líkt á uppvakninga, afturgöngur, útburði og fépúka. Hún kennir ýmis praktísk atriði eins og hvernig má rekja drauga sem fólk mætir á förnum vegi, vekja upp draug og svo losna við drauga sem ásækja fólk. Hvorki meira né minna. Ég veit ekki hvort hún sé að fara í skólastjórabústaðinn því að samkvæmt upplýsingu sem við höfum fengið hérna í ráðhúsinu frá fólki sem hefur þar gist að þar er víst draugur í því húsi og ég held að það væri vel til fundið að Dagrún Jónsdóttir þjóðfræðingur myndi aðeins rannsaka það mál þegar hún er hérna yfir helgina. Nú, og jafnvel rekjan á brott ef því byrja að skipta, en við sjáum til hvað úr verður. Nú einnig er á dagskrá draugaganga Stykkishólm þar sem sagt er frá stöðum þar sem að hólmarar hafa upplifað reimleika og margt fræðilega spennandi og þá ætli það sé þá ekki gamla klósitið í tónlistarskólanum, gamla barnaskólanum sem að mér dettur í hug. En hægt er að kynna sér dagskrána á visitstykkishólmur.is og ég vísa þá til þeirra síðu. En að þessu sögðu líki ég þá yfirferð minni mína minnispunkta. Takk fyrir þetta, Jakob. Árið er listastundir minnispunktur. Ég kom með aftur einn í stofn. Það var það fyrir. Einhver sem veit, þetta er ljós. En þetta var skemmtileg minnispunkta og einmitt að vera regna. Það er svona að koma að lokka hundar og ég vil þakka fyrir að koma að hundar þessu. Við byrjum aðeins og seint með auðvitað fundartíma. Það var að koma að ganga frá öllum mál á þetta viðar. Það er færið fundartíma og fundartíma. Þetta fundir og ég þakka það að komst það og ég voru með áframhald á þessu. Það er betra að halda fundir í þenni stopp og við vorum þetta tíma á það. En annars þá, það var skrítið að óskært og svo, og því hæfilega